Legendary dæmi, ég var bókstaflega að hugsa, við þurfum bara, það gaman ef við setjum að pressu á okkur, reynum á milli að gefa 2 þætti út af ykkur. Fólk alltaf að biðja það. Já, mér finnst alveg gaman að tala við ykkur stundum sko. Já, stundum ákveðnis, maður fær stundum nóg sko. Það var alveg heitt í þessum þætti. Það var frekar heitt sko. Þessi þáttur var svo upp og niður, vinstra hægri. Í byrjun samt, þetta basically. Já, við tókum hláturskast í byrjun. Já, þið tókum hláturskast í byrjun, já. Ekki spoila. Þetta Oppa Stupid style, crazy style, classic. Svo erum við fyrir bara djúpt í einhverja stera umræðu, eitthvað með bara keppnir, hvort það ætti að leyfa stera, banna stera. Goal setting. Við tölum goal setting og alveg bara svona djúpt, bara svona, ég veit ekki, það langt sem við tókum svona alvarlegt tal. Já, mér finnst líka því að, sko, við tókum við góða umræðum stera og við erum svona 1-10 og hversu mikið vitum við actually stera, heldur sem við svona 3-4. Já, í alvörina, því við vorum bara að, jú, ég heldur þér svo góður þannig, sko. Já, ég held það. Og tala gen og eitthvað svona. Ég surprisingly hef kynnt mér mikið bara af YouTube, sko. Já, ég veit það. Bara horfum stera. Ég heit YouTuber hacks en YouTube líka sant. Maður grefur hólu. YouTube. Já, maður grefur hólu, sko. Og einhver leita bæjast og eitthvað svona. Ég held að ég veit best. Við erum búin að núna að dæla í 3 ár. Þið 2 og þú 1. Þú búin að? Ég er búin að dæla í 3, bæði 2 og þú 1. Gali ég sé stand massastur. Það Hei, ég talaði það, gen. Gen, já. Hey, gen, what the fuck? Benzo horfum ég seg, tala gen. Benzo tala gen. Literally same gen. Same gen. Já, ég segi bara hvað að gefa út 2 þætti af því að við gáðum út þátt núna daginn. Bjöggi special. CrossFit Games special. Ég er búin að tjekka. Oh my god, hann gæti núna verið búin að vinna CrossFit Games. Hann gæti núna verið búin að vinna CrossFit Games. Það er Olgars. Nei, betur, hann gæti ekki, hann er búin að því. Hann er fucking búin að því. Betur einu svona enn. I believe in my man. Sorry. Segðu, hann er búin að því. Hann er búin að vinna CrossFit Games. Þetta er við að þú tókst þetta sem ég sko. Oh my god. En já, þau erum búin að gefa út, þannig að við gáum þáttum hann. Bara, ef þið er ekki með að tjekka honum, hann er mjög góður. Í móðu allavega. En þessi líka svolítið rússibanni. Ég verð að segja, mér finnst þessi geggjaður. Ok. Já, svo góður. Ég ætla að fætta líka, ef við ekki bara henda fólki beint í þetta. Jú, ángríns. Gjör svo vel. Og við erum byrjað að taka upp, þetta er raw, þetta er live, from the Ekkert Studio. Ég kann að meta og byrja að segja, þetta er raw, þetta er live. Þetta er raw, þetta er live. Og það sé Dóri, þetta er wet og þetta er horny. Og það sé ég, strákar slökk með hans. Sorry, close the door. Oh my god. Það er ekki líka close the window eða það. Herri, ef við ekki crazy style, bara hafa gluggan opinn eða? Ef við ekki gera það? Af hverju er það ekki opinn líka? Af því það sést í vídeo. Fólk er að horfa á myndböndum. Já, ég veit ekki það. Fólk má ekki glemma, you can watch us live on YouTube. You can watch us live on YouTube. Check out us on YouTube. Alls ekki rétt hjá ykkur. Ó nei, það er ekki live. Ég sagði live. Ég var að testa ykkur. En channelið er live. We are live. Það komið á live online. Live online. Það komið live online. Herri Dóri, þú veist taka 40 mínu EM á máðan. Já. CrossFit style, cross training style. Ég fekk ekki svona að fara í sturtu á einhverjum podcasti. Það er lyktin. Segið þú út með COVID-19 fyrir enga lyktin. Ángríns. Ég með cockpit 19. Get it right, me. Ábætti með tight butthole 25. 25, litilega ekki búin að fá það. Litilega ekki hægt að fá það. Nei, tight butthole. Eitthvað er maður tight butthole. Hann sagði 25, 2025, það er ekki orðið það. Do the math. Do the math samt, real quick. Það er ekki orðið það. Bötti fór í space-time continuum. Nei, mann gerði það og það er gerði. Heimskasta sem ég veit er þegar Tony Stark finnur upp á að ferðast í einhvern tíma. Það er fucking stupid. Þetta er bara, þetta er last resort. Þetta er literally, þú ert búin að skrifa það út í hot sem einhver Marvel writer. What the fuck hvað ekki? Time travel? En var ekki eitthvað time travel með Ant-Man? Ég er ekki búin að sjá Ant-Man nefnilega. Nei. Hann festist í einhverju limbo. Já, sem er eitthvað time travel. Nei, það er það er því að hann smækkar og ef hann heldur áfram að smækka inn í óendanleikan. Smækka? Smála. Það er minka og smálur saman. Smækka. I like, I'm a fan. Heldum bara áfram. Og þá smækkar hann í the Googleplex world. And everything is so tiny. That is where but this penis lives. Ef þið er ekki búin að checka CrossFit special þættinu og svona viðtal við Björgvin Kall, checkja á því. Endilega kíkið á það. Ættu alveg þessi gæðir? Já. Endilega kíkið á það. Ættu alveg gæðin sem segja fólki að actually hlusta og gera og það sem við erum að gera. Nei, ekki gera það. Live free. Hætti í símanum. Drekki meira kaffi. Bruh, what the hell. Farið í kirkju og sjósund. Að reyna að láta fólk live life on hard mode. Farið í sjósund. Ég var í sjósund daginn. Já, til fucking hammingi, Joe Rogan style.
Ég var örugglega í sjónum í svona 20 mínútur. Já, til fucking hamingju 20-30 mínútur, það var fucking erfitt, sko. En það? Ég trúi Hvað dífa löppan á móni? Veistu hvað erfitt að fara í sjósum þegar þú ert svona 3% body fat? Ég trúi því Það erfitt, sko. Nei, ég veit ekki Dóri Hann trúir því, ég sagði ekki, ég sagði bara að segja þetta, Jesús Þú þurfti síðisli Þurfti síðan að segja þetta við mannin maður You done bad, sko Hörru, veistu hvað, ég var að skoða hérna TikTok hjá okkur daginn Já, okkur daginn og við erum eitt sem með frekar mikið views þannig að við að tala hana perfect position style I wanna put you in 7 position for 70 minutes, you get it, babe Var þetta flóni? 70 minutes, segna það I wanna put you in 7 positions for 70 minutes, you get it, babe 10 mínútur per position Amra 10 sinnum 7 Ef við förum út frá okkar hérna E10M Okkar heim E10M sinnum 7 Þegar ég er báð 2, ég lefum að klára Allavega, og þá er fólk að segja váka þessi svartabólnum leiðilegur við hann vildi bara tjá sig kynlíf og hann er bara skotið niður Það er því að þú veist bara Hver er það? Ha, er þú með eitthvað sár? Þú með eitthvað eimsl? Og þú er eitthvað Nei, ég var bara þess Hvað að þér nú? Mér langar að hafa þetta í gangi, mér er að tala það sem þú veist að tala Ok Ég vildi bara tjá mig kynlíf Bara hvað er mér og hvað er sem ég gerst? Og Böðvar sagði við mig Meittir þið eitthvað í kynlífi? What the? Ég sagði nei, what the hell? Jú, taman BDSM style BDSM style Ég er að horfa fólk koma inn Smá höfnina í Hafnarfirðinum hérna á jetski, ég hlusta á þetta lag Og það get Oh my god, heyrðu Craziest style you've ever done it on a jetski Já, það er crazy style Ég er með svona top 5 Craziest style nummer 1 á jetski Þessi Literally style crazy style sem Böddu hefur gert in his bedroom with his muffa Það er crazy Stundum þá eru þið tveir Það eru svona línur Það er enga línur í þessu podcast Hjá ykkur tveimur, já Hjá ykkur tveimur Já, ok Og þið farið svo langt yfir línuna að ég sé ykkur ekki lengur Og ég er svona, hvað á ég að segja? Ég held að fólkið myndi vilja það ef að þú myndi líka týna línunni Taktu línuna, sett hann uppi Breytin í svona slöyfi Tek línuna shit, yeah, okay Það er literally samt sem ég og Dóri gerum Og ég gerði það fyrir lengu Damn, creatine style The line was lost There was never a line Shit There was never a line Heyri, eitt hérna sem er frekar fyndið Ég var bara svona spáð í þessu daginn Ég og systir mín Lillsystir mín Vorum ekkert Hvað svipur kom á ykkur? Þetta var ekki Var þetta annað þegar það fara bara eitthvað Bara fucking langt yfir línuna? Nei, á hverju stoppar Þú veist Þessi komi Ég ger ekki neitt Hvað er í gangi? Hann gerir svipinn Og þú lost Hann hætti einhvern svip Sorry, þú fórst úr einu í annað way too quick Sorry Fuck þú Shit. Ég var alltaf lengi í sólunni Það er ekkert að stoppa Það er ekkert að stoppa Hætt á sterakastið Byrjum með kreatinkastið eða eitthvað Við þurfum að lower volume Við þurfum að En það væri samt alveg gott ef við myndum bjóða upp á svona Þú veist PG útgáfu Já, ángríns Kreatinkastið Og krakkar getur hlusta á Já, kreatinkastið fyrir krakka Glutaminkastið For the kids En ég pefst samt, ég meina þetta heitir sterakasti You gotta go You bought this You gotta go crazy on it Þú íttir á play, ekki við Ég þó rekk, það er fakt Literally. Við vorum ekkert eðla miklu óvinnir Bara alltaf, ég var bara, ég þoldi ekki systir minni. Það var bara geðveikt, bara treg og bara svona bara típist svona sískina vibe eitthvað svona Get out of my room, skilur þú svoleiðis. Núna er ég og litli mín fucking bestu vinnir. Af hverju eru þið svona skrýtnistrákar? Oh my god. Þið eru svo fucking steikir. Ég get ekki, ég vil ekki tala um þetta lengur. Ég er hættur að tala um þetta núna. Ég er hættur að tala um þetta. Við erum að taka sko Gamla góða galsinn sem ég og Bensi tókum þegar við vorum sko 8 ára. Við vorum við matabórið heima og fengum bara pulsur og Þið hafi verið bestu vinnir sem ég var little babies. Já, bara því legabass. Já, við erum bara ég veit ekki af hverju, ég skal útskræða hverlega. Ég fó bara, nei, ég get ekki útskýrt það. Höldum áfram. Nei, að ég var bara að tala um, þú veist, ég var hugsin bara svona að þess að fyndi þessi krókur, þessi beigja. Ég veit ekki hvenar ég er Dóri byrjaði Ég veit ekki hvort að segja því ég er að segja eitthvað Nei, Dóri kom
Já. Ég ætla að hætta að tala núna. Ég get ekki að þið séu eitthvað skrýtni. Ég veit að þessuna held ég sé svona fyndi. Ok. Horfðu leikinn? Já. Nei. Núna getur sett á og þá veit ég að tala CrossFit leikinn. CrossFit leikinn? Segum CrossFit Special. Já, nei, ég ekki búinn að, ég horfði aðeins á The Swim og Kayak event. Kayak. We're on dangerous water right now. En ég líka ekki við erum ekki þeirra sveittir. Herri, ég var í 4 tíma í sólunni í dag. Mér líður ekki það. Þið eru í væpunu sem svona, það má ekki hlæja. Nei, það má ekki vera með læti. Já. Það má ekki vera með læti og maður svona upp í rúmi. Þetta sleepover. Hætti þetta, heyri, ekki farin að sofa? Þetta nákvæmlega, út í sleepover. Þeir eru hann að 5 í herbygginu sofandi, það enginn segja neitt, svo hendur einhver í. Pú. Ángrein. Ég elska það þegar maður var aðeins yngri grunnskóla, þegar literally. Þetta ekki bara stutt sem þú klárar grunnskóla? Jú. Slá gaman hjá mér. Literally, það voru í grunnskóla 2.0 í listaháskólanum. Aðeins erfið að lita núna. Aðeins að miklu. En þegar the comedy levelið, the highest level comedy grunnskóla var, hver bestur að segja mest random hluti? Já, það var top tier tímar. Það god level. Já. Pancake! Svo random! Manstu getur þessu? Gerur eitthvað pose allt í henni? Manstu getur þessu? Ég hef aldrei komið, ég hef aldrei uppið þetta. Manstu ekki ASDF myndböndunum hana? Jú. Mine, I'm a pie. What flavor? Pie flavor. Random! Já, ég var svona gett random, ég fatt það. Já. Það var the ultimate comedy. Jú, ég veit hvað tala núna. Það voru good times. Það var geðvitt. Ég er alltaf að hugsa good times. Núna akkurat, þú veist, við vorum að taka þetta hérna, þú veist, old school, bara hláturskastið, getur ekki, þú getur bara líkanlega ekki hætt að hlæja, þú veist, það er bara eitthvað svona, eitthvað sem kveikist af mér. Ég man djúpt inn í COVID, þá hugsaði einu sinni, þetta er langt síðan ég hlegið. Já. Fuck, ég man djúpt inn í COVID, deep in the cove. Shit. Deep in the cove. Þá kom svona, wow. My mental state is at a worse place. Ég finn það. I feel it. Það þoka. Það er kristall. COVID has had terrible effect on mental health, sko. Ég held það. En ég held að við komum sterkari út úr COVID. Er það ekki? Ég vil minna það. Mér langar að recovera fyrst. Það löpa sig. Þú veist. Alveg viss. Akkur? Jú, ég er góður. Ok, svo bara. Það bókstins voru breaking down. Já, bókstins voru breaking down, sko. Hann hélt hausinn á sér svona. Nei, ég fór ómikið að hugsa aftur hláturskastið og ég þurfti þetta smá tæma. Nei, það var eins og var að fara að gráta. Já, nei, sko, að ég sagði alltaf bara hlut sem frekar mikið fakt. En geðveitt, ég hugsaði bara, vá, við fórum út úr, já, munið þegar við getum random funny stuff í grunnskóla yfir í að ég sagði að COVID hefur haft gett slæm áhrif á mental health og ég hugsaði bara í hláturskasti fyrir 2 sekundum að segja þetta núna og það var byrjað að bubbla aftur og ég hugsaði þannig bara damn, ég get ekki frá að hlæja núna. Nei. Literally. Seriously, það er talið mjög alvarlegt núna. Já. Það er smá gaman að láta hlæja, sko, að hlæja þegar ekki viðeigandi. Já, þetta var svona pínu, ég fór ómikið að hugsa þetta. Heyri, eitt gott hérna. Laughter is the best medicine. Að ráða einhvern bara uppáhald stand-up comedian minn til að koma í jarðarförunum mína. Já. Og hann að rosta mig. Hann að rosta? Þessi fann gæi. Það væri ekki þetta. Niðurgangspop. Allir. Ángríns. Ég og Dóri erum væntalega. Þið var reyndar hacks, þið voru 2. Þetta heldur ángriðs einhvers að fara að mæta í jarðarföruna nema ég og Bensi. Til dæmis. Þið verðum alltaf að byrja, þú byrjar að rosta mig og þú sest niður, þú... Já. Þennan letinni með niðurgangspopið að borða. Já. Oh my god, oflant. Þó mikið. Þetta var personlegt. Svo skiptum hlutverk. Eitt papur með eitt papur. Svo skiptum hlutverk. Þú með sigurgós. Já. Bensi literally með sigurgós. Nei, og ég með sigurgós. Nei, ég og Dóri literally. Nei, sigurgós það er svona eitthvað mjög drekk mér mikið. Já, en bara til að þú veist að vera leiðileg við dirt on my name. Ég veit. Við hérna horfum honi hérna Ég myndi come from the grave. Bókstaflega. Give me a sip. Ég og Dóri hérna, þau eru hérna lower the coffin og það er að fara honi hérna. Við bara, wait. Opnum.
Ég set sigra appelsín, Dóri setur venjulegt pop onni og Oh my god, það væri the ultimate disrespect. Og nei, vorum við ekki að gera særu sigrað? Já, og sigrað og venjulegt pop. Og svo setjum við maxi pop. En ok, stjörnupop. Megum við. Oh my god, stjörnupop shit er svo fucking gott. Þetta er svona feitt pop. Já. Ég smakkaði svona nammi pop einu sinni og ég var bara oh my god, hvað þetta er gott. En það væri kannski í svona smá ég og Dóri svona bara You would have wanted this. You can rest now. You don't have to think about You don't have to. Eins og sagðir að það væri hacks að fá bara svona nammi pop En ég gæti bara einu sinni. Já, en 100% þá ætla ég ætla að fá bensilabba fyrst upp að your casket. Já. Klínar þið upp. Oh my god. Jerkar. Nei. Droppar og ég labba upp kem. Snatcha. Já. Og svo kem ég. Droppaður honni. Oh my god. Og svo for time, grafa. Og þeir grafa fucking fljótir. Í fucking góð formi, 90 ára gamlir. Þið verið 300 ára gamlir. Þú ert alltaf með einhverja kenningu í framtíðinni, þá bara tekur þú töflu og þú ert bara the ultimate human. Þú ert náttúrulega að drekka sem mikið sykurlausu dóti. Já, ég eftir að dega 37 ára. Easy lifestyle fangað til samt alltaf. Nei, það er alls ekki. Hashtag mutation style, þú alltaf tveir vangir. Oh my god. Angel style. Sykurlaus, nei, demon style. Oh, bat style. Já, þú veist það kom ekki fjæðri, þetta er bara svona bein og flesh. Myndið þið vilja vera með vangi og geta flogið, en þeir eru huge vangi. Þeir eru huge, þið komist ekki í ból og það er bara bölluvesin. Já, ég held að væri það nett sko. En hann er huge, þú sest í stól og það er smóðægilegt. Vangirni eru bara stólnum. Já, ég samt get flogið allstaðar. Já. Ég held að það sé fucking nett. Ég spyr mig, ætli maður yrði captured of the government? Ég er myndið að þegar maður setur strax í story og er bara, hér er ég og ég er bara allir sjá mig, skilur, þannig allir að fylgjast með þér og hvað. Nei, þú yrðir ekkert captured. Þú myndi ekki þóra ef allir að fylgjast með þér og læsa um Ísland. En hugsa þetta. Hvað með að, þú veist, ert að fara að vera bara public, bara I am the Batman, þú veist. Hvað ert ekki nóg fljótur? Já, hvað ert ekki nóg fljótur og þeir bara spotted, mutant, þú veist, we must tranquilize him how og þú veist, þeir síðan bara, þú veist, memory swipa allir fjölskyldunni og allir sem vissi að þessu og þeir eru bara það fljótar að ná Þeir gerðu það við alla í áttinni. Þess vegna hætti áttan. Hvað er áttan? Áttan? Er ég, oh my god, þetta er bíómyndi concept. The only man in the world who remembers áttan. Og ég, come on, hvað er áttan? What are you talking about? Og ég er trailerinn, government. What did you do? What did you do with the out? Það er ekkert eðalega gott comedy. Fake trailer fyrir bíómynd mann sem vaknar í daginn og konan hans er ekki lengur með hjútsbrjóst. Já, ég fyndi. Ég sé það held ég. Pælið, mesta martröð ever. Það er mesta martröð ever. Fyrir suma. Hey, you prioritize eins og þú vilt. Aðrir eru meira ass man. Já, fyrir suma eru tætnar. Ég ætla ekki að kommenta á þetta. Akkur ekki. Fyrir suma er það persónuleikinn. Fyrir suma er það augun. Suma er nefið. En þið strákar? Persónuleikinn. Já. Ok, en eftir hann? Nefið? Easy, what? Það? Augun miklu sterkar en nefið. Augun er fucking sterk, já, augun. Augun er key. Ég verð að segja brjóst. Ok, I respect that. I like style. I'm a fan. Þetta var grín, ég var grínast. Já, þetta var grín. En það kom ekki nógu mikið hlátur. Þið kláruðu hlátur stemni. Já, þetta átt að vera svona... Þetta átt að vera svona pann. Getur við ekki fengið bara laugh trackið í gang? Já. Hlátur minn er búinn í dag. Já, ok, gerum við þetta aftur. Fyrir mér er það bara brjást. Benedikt! Sorry. Oh my god! Hvað er línan? Hvað maður ekki með að elska sem að brjóst? Come on! Það væri hræðilegt við þrýr að búa til einhver svona sitcom. Það var ekkert eðalega gott. Það var geggja, það var lasið, það var insane. Það var eitthvað alveg gott. Ég er smá hvað heitir hann eftir? Eric Warheim vibes. Já, Eric Warheim vibes. Ég er smá hann vibes. Þú er það follow hann Instagram með? Já, ég er follow hann. Aziz Ansari, já. Þú ert ekkert eins og hann. Ég er smá eins og hann. Nei, ég þarf að segja að ég er ósamlegaður. Þú ert núl eins og hann. Ég hugsa sko að Bensi væri, þú veist, allt öðru sig líkamlega vaxinn, persónleikin er smá hann, sko. Bensi? Já, það er ekki sem að þú væri það. Ég var að segja ég væri það. Og Bensi? Nei, nú er ég hugsað aðeins meira Bensi. Svona, sjá, it's a kissy face. Þú veist, SMS sem hann sendir og svona, með smá Bensi.
Það hrós sko. Já, ég veit það, en ég er bara svona, hann heitir ógeðslega mikið svona matar. Ég þess vegna sagði að það væri smá ég. Á hverju? Því þú bara niðurgangspopp. Það er eitt illa, þú segir alltaf á hverju. Ofan á hverju? Ofan á hverju? Hvað er þú að vera... Aftur, ofan á hverju? Ég veit ekki ofan á hverju. Ég lesblindur. Já, reyndar þetta er ekkert að shit. Þetta er mjög mikið low blow. Hversu oft að þú grípið þetta? Dóri, ákvæmt að spark í mig. Ég er lesblindur. Nei, þetta var low blow. Sko, sticks and stones can't hurt me. Það er enda fakt. But the words do. Literally. Þetta var cry, þetta var hvað er cry track? Nei. Strákar. Hvernig beita reglur? Þetta var literally pun. But the words do, hann er lesblindur. Þetta er gott. En hérna, þetta er matargúrú sem að fer og borðar ekkert eðlilega mikið að pasta, pítsum, áfengi, víni. Böðatandri, þú fórst inn á Mikka Ref daginn og þú baðst hvaða kokteil eru. Þetta er náttúruvínstæður. Oh my god. Þú ert ekki segja þú sért á nærri sama kaliberi og þessi maður í mat. Ef þú farið þér stundum kolvetnaskert pop. Kolvetnaskert pop? Ég veit það ekkert maður. Ef ég var ekkert að spá í calories, macros, whatever, þá myndi ég bara nákvæmlega svona. Ef þú væri allt annað maður, þá væri alls hann. Ef ég væri Eric Warrenheim, þá væri ég henni. Ok, ég skal vera sammála því. En það gefa mig það? Ég skal gefa það. Ok. Nei, ég ætla ekki að gefa það. Literally ekki að gefa það. Við gefum ekki neitt. Allavega, við erum að tala áttuna. Hvað vildu þið segja með hana? Hún er ekki til. Fuck off. Eða eins og minn maður segir fuck off. Við þurfum að fá það. Já. Ég fann að segja fucking monkey. There's a monkey on the car. Fuck off. Getum við bara við að skiptast á að taka þetta í 20 mínútur. Þrjár. Ég vil sjá hvernig bestur að gera þetta. Ok, byrjuð þú, Dóri. Nei, hann er bestur held ég, hann er Böddi byrjar. Og ég byrja. Spendir. Monkey on the car. Fuck off. Ok, ég var að fíla fyrirpartunum mjög góð. Ég náði setningalina vel, ég byrjaði að hlæja. Bensi, þú fórst að hlæja og það smitaði mig. Monkey on the car. Fuck off. Sama, fyrirliturinn var mjög góð. Já, aðeins mikið inflation að setja. Ekki aftur. Monkey on the car. Fuck off. Var þetta nóg gott? Þetta var reyðilega að spila, þannig að finna. Ég verði að finna. Hlynur segir ég vann þetta. Heyrum þetta eins og You can vote online now, styrkast.dorkat.org. En hérna, við þurfum eiginlega að henda í, vil ég meina, inn á Instagram okkar. Við þrýr að velja top 3 eða top 5 best memes of the decade. Fyrsta 2020. Þetta spilda. Monkey on the car. Fuck off. Fuck off. Það kemur snart. Hún segir Nei, hann segir líka. Hún segir það svo. Má sjá, má heyra. Where are we? Monkey on the car. Monkey on the car. Fuck off. Fuck off. Þetta er quality. Þetta er quality. Þetta er quality. Svona að gera þetta. Þetta lætur mig vilja have a baby. Þetta lætur mig vilja ekki fá monkey on the car. En þetta er samt crazy. Hann er að keyra bílinn og það er bara api hona. Nei, Gali, hvað er þessi karakter gammal? 20 ára? Hann er að keyra bíl. Paldi. Og það er api hona. Það er api honum. Það er ekki bara fuck off. Kann ekki að keyra. Hérna, fucking allavega er þetta ekki gorilla on the car. Þetta er perfect. Þetta er perfect, en þetta er ekki human on the car. Nei, það er bara, þá veit ég fræða human on the car. Ef við úið? Það er hérna. Já, þetta var betra. Allavega svolítið tæft hjá honum að segja, hvað er left track? Allavega svolítið tæft hjá honum að segja við apan fuck off þegar við viljum að pappi apan sig Ting Kong. Ég veit það ekki, ég var ekki alveg að hann eitthvað fuck off monkey og monkey og apinn Papa monkey og þess vegna gerðist King Kong Nei, literally það er svo magnað að King Kong gerðist núna bara fyrir eitthvað 70 árum ég skil ekki 70 árum þetta var bara heimildaminn 2020 Idiot style það? Mér finnst líka crazy þegar ég horf á heimildamindina 2012
að við lifum það af. Já, what the hell. Ég man líka ekkert eitthvað mikið eftir því. Sorry, man ekkert eftir því. Já. En við vorum líka bara baby. Við vorum í IOLD. 1-1. Sorry, Godzilla. You're a fucking space dragon. Griftu King Kong. Fly to fucking space. Hann space dragon? Hann getur ekkert bríðað þar, sko. Bríðað? Hann space dragon. Ég meina, hvað meinar? Hann skjóta einhverjum nuclear beams út úr líka munnum sínum. Já, þetta smá space vibes. Galið, það King Kong. Sáu þið myndina? Nei. Þið neituðu að fara. Þetta er að spoila, þetta er að segja King Kong vinnur. Ég er bara býð eftir að henn afgreita heimabíóið svo horfið á hana. Afgreita heimabíóið. Þegar næsta Jack kemur inn. Ja, baby. Fucking hey, man. Ég var að mála pallið minn. Í dag? Í sólinni? Og þessu er að vera klikkaður. Kötturinn er að vera fucking crazy. Hann follow Ösili Cat on Instagram. Slapp hann? Hann slapp á hann. Nei. Ég var hérna, Eiríkur Búi kom í heimsókn og Eiríkur Búi held ég number 1 og number 2 fan á Styrkastins og ég er búinn að setja Ösili svona ól, bláa og hann vil fara undir einhver runna. Þannig að Eiríkur Búi er hinn með runna og ég ætla að rétta honum ólina. Þannig ég held með svona einum putta að rétta góðar Ösil fucking Googie Ginga crazy style og dundra þess að stað og puttum minn bara poppast, hann skýst Eiríkur Búi á sandólunum. Nei. Hann er ekkert að hlaupa eftir hann að ég tek í alvörunni full on sprint. Björgvin Karl style á Games. Björgvin Karl style á Games er ná honum. Kötturinn minn er svona 30 sinum hraði. What the fuck? Þessi, sko, ég held að dýrin, sko, þessi kettir og hundanir, þeir eru ekki með kannski hundarnir með staminað, en kettin, þeir eru svo mjög power í byrjun. Já, hann pánsaði, sko. Tigers. En ég held að þeir ná ekki, sko, þeir eru ekki með endurance. Já, hann tók 100 metrana á, sko, 2 sekundum. Þú endaði að ná hann samt. Og ég endaði að sjá Ól, ég var bara þessi sick. Og Crazy Style og hann fyrir undir einhvern bíl og ég ég sé Ólina, ég sé bláa Ólina sem hann skildi eftir, hann sé aldrei sé hann sé bara halda fram að hlaupa. Hann er bara komin út á miklu bet. Sama í drag. Þú ert að mér göti. Ég greip hann, snými við, sem hann tróka fyrir að klessa á mig og Ösil. Soundwave, literally, þessi bjarg lífinu mínu. Shit. Og ég segi bara, nice pussy. Very good, saved my life, thank you. Ég elskar að lefa þess að njóta sín. Það er einn gæi í hláturtrakkinu sem er svona það væri gett. Ég væri til íktara. Ég væri til íktara líka smá. Ég væri til í að fólk sem að Styrkast er live? Já, það er heldur málið, sko. Er það ekki? Við literally Við erum að pissa. Þetta er literally við. Ertu að byrja? Ég veit ég mista hvað það tala um. Er þetta að byrja? Er þetta að byrja? Sorry. Ég veit hvað það það. En hvernig kom, ég er so note. Hvernig kom við Sterkasti live? Þetta er Sterkasti live. Já, ef við myndum taka literally live. Ef að fara með Sterkasti live í X-Factor. Oh my god. X-Factor, við komum með borð og podcast. Klukkutíma podcast. Þau alltaf hennar alveg fyrir íta og segja joke. Ok, við með laugh track. Já, við erum með laugh track sem er líka á dómar. Ég veit, við mætum henni með Golden Buster í soundboard. Þá getum við bara Golden Buster right away. Bók off. Monkey on the car. Net. Það er literally bara X-Factor við að mæta og ég að segja Monkey on the car. Fuck off. Ok, það er flott. Mjög flott. Virkilega vel gett hérna. Thank you. Við lærum eitthvað nýtt fyrir næsta. Já, ef við ekki taka stutt auðlýsing. Jú. Við erum komin aftur. Gaman að heyra ykkur. Hérna Þetta ekki þáttur sem er 41. Jú, ef við telum 40 sé hérna Bjöggi. Tjekkja á Bjögga CrossFit. Nei, special telst ekki með. Jú, telst með, allt telst með. Jú. Nei. Jú, ting. Er það sant? Saman, stakkar, engin. Nei, engin. Ekki laftrök. Hérna Ekki laftrök. Eigum við Gætu við hana. Gætu við unnið Eurovision. Ok, fyrir ekki, byrja fyrst. Gætu við unnið söngvakeppni sjónvarpsins. Já, það er fakta. Við erum alveg með gott fanbase. Baka okkur upp. Já, nei, Frikki Dór var með gott fanbase. Hann það tapaði. er fakt. Facts, leave the facts to me. Og líka, veistu hver tók þátt og tapaði? Blár og Páll.
Ég meina Eurovision. Páll Óskar. Já. Ha? Já. Veistu ekki Páll Óskar? Tók þátt. Geggjaða lag. Geta eðlilega gott lag. Geta eðlilega. Ég reyna að muna þess að geta sungið það fyrir ykkur. Ég held að við getum það samt. Ég held að getum það. Sko, Flowrida tók þátt. Já, það er það fyndnasta í heiminum. 0 vót, Sölvi. Maður fær svona, þetta á að vera bannað. 0 stig. 0 stig, já. Frá San Marino. Maður fær svona, þetta á að vera bannað. Það kom bara í stórum stöðum Flowrida. Já, þú veist, á skjánum. Maður skildi ekkert í. Hvað heldur hann að fengi? Billion. Kastala í San Marino. $1 billion. Heldur það? Það var hag stíl, en hann var reynda bara what the hell þegar hann fekk engin stig. Já. En þá virkilega innsiglaði inn í hausinn minn að þú verður að vera með eitthvað svona Eurovision spirit. Já. Þú verður að vera með þetta Fight for the people. Já, verður að vera með eitthvað svona dæmi í gangi sko. Annarkvort sjúklega fucking þekkir einhver Helga sexy. Já. Þekkir við einhver? Ég veit hver hann er. Nei, þú þekkja. Nei, hvað með hann? Þurfum að heyri hann. Af hverju? Hann er specialist. Eurovision? Hann er specialist Eurovision. Ég heyrði að hann Þetta er motherfucking Flowrida. What the hell, hvernig veist þetta ekki? What the hell? Ég veit það, en ég er bara svona, þetta er svo insanely frægt og gott lag. Insane, sko. En Helgi Ómars hann er specialist í Eurovision. Hann var með geggjað viðtalina við hann á bylgjunni eitthvað. Hann var bara going off, sko. Ég með þess að mjög gaman. Ég elska þetta fólk að svona veit ógeðslega mikið eitthvað. Já, hann var brjálæri því að náttúrulega þau ætlaði að spila gamla upptöku þau gátt ekki verið live Gagnamagnið hann var bara hann vildi bara fá þau live sem gáttu verið live og taka þetta á tri og ég var bara ég sammála já ef þau væri bara færri þá voru bara hann sagði bara sorry en þetta er meira þetta er íslenska þjóðan við viljum representa við erum ekki taka þátt ef þau get ekki taka þátt já og hann bara þetta er miklu meira en þið hann endi það It's more than you það er hags You 5, we sent you ángríns Það eru 2 lög í Eurovision sem eru uppáhaldslögum mín ever og þetta er bara þau einhverjum sér Herru svo nei cut Erum við komin í einhvern Eurovision þátt Já, það mætti halda það Það mætti hún halda það Ok, herru Ætlar að spila þig? Ég ætla að spila þig 5 sekúndur max Já Þetta er annarsæti Fattu hvað lag þetta er það? Nei Þið munið fatta það og þið munið oh my god, já þetta er geggjað ég man, þetta er geggjað Ég man það svo vel Það, nei, þetta er ekki það já, ok, sorry, þetta er skita Þetta er gett Trúgið, þetta er ekki strax Ok, og svo er annar lag sem er í fyrst sæti Það er eins gott að þú setja verið setja lagi sem ég held að setja verið setja Nei, ég hugsaði ekki þetta Ég Þetta er besta lag Ég seti þetta í annars seti En ég hugsaði nummer 1 Já, ég er með sama bensi, nummer 1 Hann dansandi með þessa fiðlu Þetta er svo fucking gott Þetta er svo insanely gott lag Þetta er besta Eurovision lag of all time What? Býta þess Hvað? Þetta gets everybody out of the scene sko Ángríns Þetta er svo fucking nett Sjá þau upp á svið Ángríns Ég held sko Ég ætla alveg að fara að bulla núna Já Ég held að eftir þetta Ok, ég er 100% að bulla núna Allt sem ég segi bull En ég fucking held að eftir þetta ár Þau voru með eitthvað 20 dansar upp á sviði og svona ógeðslega mikið liði og unnu og eftir þetta þá kom bara eitthvað herri það er bannað að vera með fucking 30 dansar upp á sviði þú veist þið verður bara að vera eitthvað 5 Já, sorry en ég skil það ekki það er basically eins og segja bara heyrðu það er bannað að vera með of nett atri Mér finnst þetta að vera eins og að banna PEDs á keppnum Performance Enhancing Drugs Nei það er eins og Mér finnst það, mér finnst bara hey leiðu bara PEDs Þetta er bara skemmtilega að horfa á þetta Það segir þú líka þegar þú ert á steroids Ég á steroids Ég fæ mér smá kreatín hér og þar En það Glútamín Það er literally ólöglegt og hættulegt Já, en málið er, ég held að sé stórt hlutfall af fólki á Ólympíuleikunum og svona á styrum Já, við erum ekki að tala um það Skilur, þá bara skiptir máli bara hversu svona þróa landið þetta er og svona Við erum að tala um í samanburði við það að við lýsinguna á því að það væri bannað að hafa svo marga dansara
Já, mér finnst bara að fleiri dansarar, maður skilur að það ekki, þú veist, snýst þetta ekki lægið lengur það er ekkert hættulegt og það er bara ólöglegt. skemmtilega Já, að meina að performance enhancing drugs eru ólögleg. Já, í flestum löndum með köllum. Sorry Eurovision. Ég veit ekki eins og hvernig lögin virka með Höldum Eurovision. Voru ekki að tala um eitthvað í þar senast þetta Böddi vill leifa PEDs í Eurovision. Nei, þú veist, ímyndið ykkur eins og Strongman, já, PEDs í Eurovision. Ég segi þér crazy fact. Ég og Bensi voru næsti búin að fara út og taka þátt í Eurovision einsinni. Já, með Hatara. Var það með Eurovision? Já. En fólk ætti alveg að tjekka á þessu, myndböndum og svona Sko, við hefðum mögulega að fara með væri ekki þessi regla. Hefði þessi regla ekki verið, þá hefði ég og Bensi mögulega farið út með Eurovision. En pointið mitt var svo að, þú veist, eins og Strongman. Það væri gaman. Pæli hvað var leiðilegt ef PEDs væri bannað. Er ekki sammálaða? Jú. Það væri miklu leiðilega. Og NFL og NBA og er það ekki bannað í NFL og CIA og FBI og USA. Það væri fakt skemmtilega. Það væri skemmtilega 100%. Þess vegna allow it. Það er easy. En það væri líka skemmtilega. Sumir eru ekki skilur að því að það er bannað, þannig sumir komast upp með það, sumir komast ekki upp með það. Það væri skemmtilega, væri þeir líka með sverð í NFL. Það væri líka skemmtilega að vera með, ég voru að segja, byssuna væri alls ekki gaman. Nei, það er nefnilega ekki sumir sem komast með sverð og sumir sem komast ekki með sverð, skilur við. Sumir að komast ef með það mættu allir vera fucking PEDs. Já, það myndi allir vera bara á svipuðu sitti. Það þyrfti að vera einhver afmörkun, það ekki? Ekki í Strongman, það er ekki býtið, ertu að fá þið svona stera? Þetta er nú svolítið mikið. Já, ekki Strongman. Nei, þú veist bara í öðrum íþróttum. Strongman var bara full crazy. Já, bara allar íþróttir ættu bara að vera full crazy. En þá þarftu að vera styrum. Já. Þá þarftu að vera á styrum. En í sögum íþróttum, það er það kannski þannig. Kannski. Maybe ifs and buts. Fine by me, betra heldur en Nei, ég held nefnilega að það sé, þú veist, banna doping til þess að halda upp í svona gervímynd að séu allir ekki að dópa. Ég bara myndi ekki treysta yfir höfuð, ok, leiðu minna doping, bara fullt að gæjum að vera undir einhverjum lækni að segja, mér má bara taka svona mikið. Það var ekki gert. Það var líklegast ekki gert. Já, en ég segi að þá var þetta hræðilegt. Strongman, það er bara perfect dæmi, ég myndi það. Þetta tala um bara Hafþór skæðir. Já, er ekki líka perfect dæmi en það bara að þeir eru ekkert eða miklu vesinu með their health, eða? Ég held þeir séu alveg vesinu með their health, sko, en þú veist, ég held líka... Er þeir ekki 100%? Er þeir ekki 100% einhverju vesinu? Þeir eru að fuck upp líkamann sínum. Ég trúi, en heldur að fólk, elite athletes á þessu top 0,01% sé ekki fokk upp líkamann sínum með það? Jú. Og líka, það sem er flókið við þetta er að þú veist, sumir eru að performance enhancing drugs, skilur. En við erum að tala um munin á Strongman sem er full on, ég ætla bara að get as big a shoot as I can og crazy og ég líklega nota efni sem að eru Óli í raun líka eru þannig, en í Óli og þannig þetta er aðeins öðruvísi, en ég er að tala um NFL til dæmis. Eins og NFL, það er líka Akkur myndir ekki vilja sjá bara monster humans að keppa. Þú myndir vilja sjá það, fatturu, en það er miklu stærri íþrótt og það verður frekar há prósenta sem að er þannig að fara að fokkin dæla í sig á fullu og ég held að það er ekkert eðla hættulegt. En ég held að sé Nei, því það er alveg testað. Það er alveg testað, en það er bara til leiðir. Þú veist, maður þarf að horfa til dæmis ég held að sé betra að vera með smá heimildamyndin á Netflix á Íslandi. Er þetta ekki bara svipað eins og segja að viljir legalize drugs og Nei, ég er talað bara í svona fairness dæmi, sko. Upp á að vera sangjart. Ef þið horfið á hvað heitir hann aftur heimildamyndin á Netflix? Icarus. Það er bara að sína bara svona svindlari. En hann svindlaði og gekk ekki jafnvel. Já, en hann svindlaði, skilur. Og þú veist, ert þú þá að segja að þín kenning þá bara að PEDs er ekki hjálpaðir? Nei, alls ekki, þetta er bara eitthvað punktur með myndina. Ég segi, en hann komst upp, skilur, með það að svindla, skilur. Já, hann líka heyrði í einhverjum alvöru sérfræðing. Jú, annað dæmi. Þá mitt skiptum alveg bara í hvað landi úr frá, ertu með einhverjum sérfræðing. En hann var að keppa, hvað var hann að keppa í að þurr? Hjólur eða ekki? Jú, ég held að hann var ekki Tour de France. Nei, en svo fór myndin líka, hún fyrir að tala um eitthvað annað, og ég meina að þú veist, tala um það, þú veist gæðin sem að vann flesta Tour de France hefur verið tekinn fyrir þessu nótkunn. Það er alveg verið að vakta, það er alveg verið að fucking kasta einhverjum út, það er verið að gera þetta erfitt. Þannig að ég held að það er verið að reyna að gera þetta fucking erfitt að taka stera. Það er alltaf einhver að fara að ná að komast í gegn og eitthvað þannig en það er líka held ég bara maður alltaf verið að svindla, en ég veit ekki hvort það sé betri kostur að segja bara alltaf, heyri sorry, þú ert að fara að sprauta eða taka þátt. Já, það þarf náttúrulega ekki að gera það, skilurðu. Jú, myndir ekki þurfa að gera það ef allir var að gera, ef það líktulega væri bara hægt að líka. Já, en núna er svona, þú veist, þú kannski gerir full on einhver íþrótt í 10 ár og þú ert bara að gera róð í neitt
og kannski allir hinn á sterum, skilur sko, ef það væri bara líkur en prófið eitthvað fyrir mig að googla bara why doping should be allowed bara in the Olympics eða svoleiðis eða horfa á YouTube-myndbönd og fólk ber mjög góð rök fyrir því, skilur við erum að bíða þig að en ég myndi ekki taka hérna já, ég er ekki nógu fróður kringum þetta then nei, en ég veist bara ekki að koma nokkuð mótrök þeir eru bara neitt óholt og ég er alveg sammála ég myndi ekki hvita neitt til þess að vera sterum og myndi aldrei brjóta lögin, skilur þá ertu alltaf komin með félög að bara þú verður að taka stera áttur í liðinu hvað mennur, það er ekki að taka stera þá er you letting your teammates down þetta er performance enhancing já, þú bara kemst ekki leið, þú ert ekki nógu góður kannski frekar, þú veist væntanlega ert nógu góður þá myndir aldrei bara, nei, þú verður að sprauta þessu í þig skilur það er bara, það er ekki make sense en hvað ekki, þú liður bara, þú verður betur á þessu já, nei, ef þú ert bestur í liðinu og þeir ætla að reka besta gæðin í liðinu því hann er ekki sprauta grísi það myndi ekki make neitt sense nei, þeir verður samt að pressa á þig að taka meiri stera já, þú getur sagt bara nei ok, ef þú ert bestur í liðinu og ekki á sterum af hverju myndi allir hinni vilja taka stera hann var að tala rétt á hann dæmi bara gæðin var það ekki betur en tók stera skilur en þetta er alveg úrkynna sem ég var að segja ég er að segja bara að í svona fairness context skilur að þá er þetta hann að það er víst fullt af fólki að dópa okkur skilur mjög líklega og líka þú veist bara það að þú varst að dópa einhver tímabili eins og þú verður að tala bara einhverja rannsóknir með bara aukun vöðvamassa á þú veist hvað var það HGH eða nei bara þegar þú bara fjölgar vöðvafrumum skilur þó að það minki síðan þá er þetta með fleiri vöðvafrumum þá meiri svona potential til þess að vera sterkari skilur en þess að þeirra með 2 ár sín off í 3 ár og keppi sín í einhverju þú ert ennþá með aukun vöðvamassa á þessu tímabili sem er að fara hjálpa ekkert eða mikið það er 100% fakt sko það er auðvitað einhver mental en ég skil mjög vel núna að núna er auðvitað einhver hlusta á það og er smá svona ég peppa PEDs eða eitthvað svoleiðis ég ger það ekki, alls ekki þú veist, það er ólegt og maður á ekki bróta lögin skilur og þetta er fokkin óholt og þetta drepur þig þú derð fyrr út af þessu skilur en ég er að tala bara í svona fairness context ég horf á sjónvarpið það er bara svona okkur lefa ekki bara öllum að vera gera eitthvað bullshit skilur já og ég heldur bara ástæðinu sé okkur þetta því að til dæmis þetta NFL sé geggja dem það hvernig þú veist það myndast ekkert eðlilega toxic stemning í kringum steranótkun og þú veist það er svo margir sem að vilja bara verða bestir í heiminum í þessu og þú veist það er svo erfitt að komast í NFL og ef þú veist þú ert örugglega að fara að vera með gæja sem bara ég ætla að gera hvað sem helst að komast í NFL og út frá því bara ég ætla að dæla í mig og út frá því deyja 35 ára því hjarta er að springur því það er starri en vassmáluna skilur þú veist ef maður googlar bara hvað eru sterar í NFL þá kemur strax bara eitthvað þú veist að þeir eru ekki náttúrulega stera en þeir nota þú veist eitthvað svona growth hormone bla bla svona eru bara að nota eitthvað aðrar hjáleiðir skilur þannig að þú veist að reyna að svindla bara einhverju öðru leiti fattur hvað ég meina þannig að þá er bara svona einhverju liðinu og bara ætlar ekki að sprauti kryptonine klumtumine og það er bara nei þá máttu ekki vera í liðinu þú veist það myndi ekki gerast skilur nei fattur mig það er kannski pressuna kannski en það sem við erum að segja og pressan er náttúrulega þú veist hei allir hinir eru betri en ég mér langar að vera betri en ef kryptonine hjálpar þér skilur að stay healthy þú veist bara að ekki meiðast í leikjum og það er í hags þú veist bara eins og þú veist og eigur endurheimt það var eins og mjög margir þú veist þessi sterar gera það eigur testosterón eigur endurheimt já en þeir gera víst líka margt annað skilur bara óheilbrigt þetta er bara health benefit það er eigur heilbriði þú veist þú getur ekki sagt bara að stera ég sagði nú ekki beint eigur heilbriði sko minga líkur á injuries en þeir eru líka bara liðið þetta bara eitthvað við þurfum bara í 8 ár 5 ár svo er bara komið næsti betri þeir eru kannski ekki beint að hugsa long term fyrir því sem leikmann nei, er það að meina að einhver myndir láta það fara stera já, ég er að meina þeir gæti þú veist viljað að þú myndir dæla í því einhverju sem er ekki gott fyrir því bara til að kreista úr þér kannski eitt auka áskilur sem myndi taka 20 ára í endan en mér líður eins og þetta sé svolítið svona brotið smá hvað? í kringum performance enhancing drugs að það séu einstaklega sem að fá að vera á sterum og enginn næri þeim og þeir ná að manipulata það er 100% fucked sko en það er spurning hvort að lausnin sé að ég veit ekki alveg hvort að lausnin sé að bara legalize it nei, ekki legalize it fyrir the athletes já, bara þú veist, það sé ekki bannað eins og það er, þú veist, ekki bannað as in legalize it en okkur ekki bara eitthvað svona hámark testosterón sem að þú mátt vera með það er svoleið, sko en ef ég bara naturally, því það er lit, þú veist, það er til dæmi konur sem náttúrulega framleiða ómikið testosterón og mátt ekki keppa já það er til sko ég er að mynda pæli því og þá er maður smá svona damn þetta er gallað skilja ég held að gena galla en að sögja sem er bara eitthvað of mikið af testosterón þú veist það var einhver gæði bara hvað ef að þú veist hún er fætt bara með
eista inn í sér einhverstaðar, bara veist ekki að því, skilur, og bara framleiða karlhormón, skilur, eitthvað svona, það er náttúrulega svindl í raun og veru, skilur, þannig séð. En ég held að in the end, þú getur hort á réttarkerfið, þú getur hort á bara einhvað svona kerfið sem með í vinnunni, þú getur hort á eitthvað, þú ert fucking security kerfið eitthvað, everything has a flaw, sko. Það ég held að vesinni var að búa til fullkomi kerfi. Já, ég veit ekki alveg hvort ég getum sett í þetta samhengi, sko, bara eins og lögin, bara ég á sleppum að hafa lög, bara break the law. Nei, ég er að segja að getur allt haft einhver flaw. Já, ég held það líka, en það er spurning bara hvað er besta lausnin, skilur. Já, true. Ég er spáð því. Fattar mig, þú veist, ég spáð svona en þess vegna er akkurat þessi umræðum það af hverju við erum að segja þetta sé ekki betri lausn af því að út frá því að við höldum bara fucking margir að fara að get the worst of it út frá því. Það sem ég hugsa líka að væri neikvætt ef maður myndi vita að þetta er leyft og allir eru á þessu, skilur við. Það fokkar, þá ég er að segja þú myndir þurfa að fara á þetta. Til að keppa? Ég held að andlega kannski er það þannig núna. Andlega séð, það væri bara ég þarf að fara á það kannski er það núna, eða kannski ekki. Eða kannski ekki, já ég segja bara þess vegna segja kannski, fattur þú? Já, ég skilji, en líka kannski ekki. En það sem væri líka hjút skalli, ef þetta væri þú veist leyft og allir getur verið bara á hverju sem er, þá eru bara allir sem eiga fyrirmynd sem er einhvers konar elite athlete á þessum keppnum veit að fyrirmyndi mínu er styrum, skilur Þú veist að það er unattainable það sem að mannskjan hefur gert án þess að taka inn einhver efni. Hvað heitir hann? Clarence, veitu hvað það er? Clarence Kennedy, hann tók þetta. Clarence Kennedy tók þetta fyrir í YouTube-myndbandi. Og hvað sagði hann? Var hann að segja að hann var að stela með? Já, hann er búin að viðurkenna hans hjá styrum og hann var að tala bara í YouTube-myndbandi af hverju honum finnst sem sagt að sterar ættu bara að vera, þú veist, ekki sterar en PEDs, þú veist, bara performance enhancing drug, það er ekki alveg sterar, skilur, bara einhvers konar eins og þú segir, bara eitthvað sem bara lætur kannski þennjút, eins og þú erum alveg með hjólreiðanar, lætur kannski þennjút lungun betur eða whatever, skilur, einhvers PEDs og hann var að bera rauk fyrir því af hverju það ætti bara að vera lyft, skilur og hann gerði gott myndband sko, ég held að hann gerði 2 parta með þess að Clarence maður kannski tjekkar á því. Það sem að mér finnst leiðilegt að vita og okkur mér myndi minna langur til að horfa á þetta er að þá er ég strax farin að hugsa ok, það eru bara allir á styrum þetta er unattainable fyrir mig þetta geta gerir afrekinn af því sem að þetta fólk er að gera less impressive, ég hugsa bara að hann bara styrum eins og Clarence Kennedy nú þegar hann segir eins og styrum. Finnst þetta samt þannig? Finnst þetta less impressive í alveg? 100%. Já. Mér finnst það ekki, eins og Hafþór er 501 kíló, ég er ekki bara annars styrum megar enga sens. Ég skilði, en það er samt svona þú veist, maður veit alltaf Hafþór er styrum, hann er lyftað 501 kíló, hann er sagt það sjálfur, skilur en þegar þú ert komin inn í þetta, þú veist, olympisku lyftingarnar og svona strongman er svo mikið styrum. En Clarence er að taka sko 200 kíló í snatt, það skilur bara eitthvað insane, er það bara ekki impressive að þeirra styrum? Það er alveg impressive, en það er minna ef hann var ekki styrum. Já, ég skil það. Það er náttúrulega crazy, það maður ekki, ég geti þetta að vera í styrum, þú veist, ég er engin veginn að segja það. Já, ég skil, ég ætti bara að meina bara að það væri ekki impressive, þegar þú miðar ekki styrum, var fyrst á styrum, þú veist, Clarence Kennedy að ná 180 snats var fyrst Clarence Kennedy á styrum og 180 snats. Það er ekki oppressive að vera Clarence Kennedy á styrum og 180 snats. Ég skil það mjög. Bara þessi biased, þú veist, ég held að fucking margir séu með þetta leið þú skemur að einhver á styrum og með einhverja tölur þá er maður bara, já, hann er á styrum. Þú veist, þá í alvörunni var svona gleymir tölunum. Ég held að það sé smá svona fáfræði. Það er ekki, það virkar. Ég held í alvörunni að flestir á styrum ekki það sterkir og líta bara ekki vel út sko. Ég held það í alvörunni. Já, en af hverju ætti ég að vera að pæla í einhverjum tölum hjá mannesku sem er á styrum? En af hverju ætti að vera að pæla í einhverjum tölum mannesku? Gen skipta ógeðslega miklu máli. Já, ég skilji. Bara insane miklu máli. En ég er strax þarna finnst þér þetta minna impressive ef að foreldrar manneskunar voru líka insanely sterk? Þannig að það er bara mjög augljóslega gen sem spila stóra þátt inn í hvort sterkur. En það er alveg smá það er ekkert að þú vannst ekkert inn fyrir því það er bara auka bump, bara þú fættist og valdir réttu foreldrarnir. Eitt er einhvað sem þú velur ákveður að gera, eitt sem þú hefur enga stjórn á. Já, ég skilji, en ég er að tala bara það er munurinn. Og það er munurinn. Minna impressive, tölurnar minna impressive að því þú hefur stjórn á og valdir að gera eitthvað. Það er munurinn á því sem þú ert að segja. Þú veist, ein mannskjarn valdi að svindla. En ég er að tala þú veist, er það minna impressive að því að hann er að gera einhvern ákveðin hlut? Eins og þú veist, er hlutin minna impressive að genin eru þannig að þú verður rosalega sterkur? Nei, genin er einhvað sem að bara þú getur ekki stjórna. Þannig að það er alveg jafn impressive hvað gen sem þú ert með. En er það ekki sammála þá að það er meira impressive að gaur með léleg gen nær 200 kílóum í snats og það finnst gaur með geggju gen nær 200 kíló í snats? Þetta er ógeðslega skrítin umræða, hvað meina? Nei, að því ég er að tala bara í þessu samhengi, skilur, þú veist. Það er ógeðslega að bera saman gen.
en gen spila líka bara inn í hvernig þú bregst við PED, skilur. Þú veist, þú getur verið með einhver gaur á styrum og það gerist ekkert við hann, þannig séð, skilur, en hann næri einhverju tölum og það ekki impressive að því hann á styrum, skilur. Ég held að ef þú sprautar styrum inn í hvert sem það er mjög svipaður hlutur að fara að gerast. Ég held ekki. Heldur að bara, það sé ekkert að fara að gerast fyrir suma? Já, ég held að ángríns. Ég held að fyrir suma þá gerist mjög lítið, sko. Ég held að ángríns. Ég veit ekki Ég held að eitthvað gerist, ég held að 100% eitthvað gerist, en ég held að sé ekkert, sko, þú veist, ég held að sé svona hugmynd það að byrja úr styrum og það verður bara eitthvað monster. Það verður bara eitthvað fucking sterkur, skilur. Ég held að sé bara geðveikt, bara, Coach Greg Doucette, gæði sem fylgist svo mikið með. Það er bara 2 gæði sem fylgist svo mikið með, sem tala mikið svona PEDs og þess vegna ég með svona, þú veist, einhvern skrítin takes í kringum þetta, skilur. Þá ég myndi bara aldrei peppa neitt til þess að vera á styrum, brjóta lögin, og líka bara hugsa heilsun og svona. Það er en það er hérna More Plates, More Dates, hann Derek og Greg Doucette og þeir tala ógeðslega mikið bara stera og þú veist, að brjóta niður og svona sælis fólk því minnst það bara mjög áhugavert að sjá þetta og svona og Greg fjallar alveg ekstra mikið þetta bara þú veist, það bara svona gen bara hvernig bregstu við liftingum til dæmis skilji, þú veist, sumir bregst þannig liftingum og verða bara að geta massaðir, hvernig bregstu við lágum skömmtum af PEDs, hvernig bregstu við háum skömmtum PEDs og sumir bara með ömuleg gen upp á það að gera þeir bara bregðast við liftingum, verða massaðir svo byrjar lágum skömmtum PEDs og það bara gerist ekki neitt skilji og hann var að selja stera og shit, skilur, þú veist, hann svona, maður trúur hann þokkalega mikið með master skóður ég skilji, en ég er ekki að dæma fólk út úr því þessi gæði með sökkugen en djúið getur hann lift þungu ég er ekki komin á þá pælingu ég er meira ég var bara að setja eitthvað skrítið samhengi núna sko. Já, en þú veist, en við erum líka við erum að hugsa um einhver advanced athlete sem að byrja að sem er obviously með hagskin já, obviously bara skara fram úr sinni íþrótt að reyna að taka eins og sem ég 180 snatch ég hef alveg verið til að bara ég hef sett nú mig við að bara hefði hann sleppti að taka stera og sjá hvað hann hefur snatcha mikið en ég skil alveg fullkomlega bara ok, þeir eru örugglega komnir þannig I have reached my human fucking limits á, þú veist, this God-given body sem ég með hvenar hendur í það? Ég held bara, það er talað um að þú veist að vöðvalega þá getur þú náð bara svona maximum capacity skilur, bara nærið ekki að fá meira vöða skilur en ég er að segja, þú veist, hvenar þú bara eitthvað I have gained my maximum litilega sem hugsa frekar langt fyrir utan það þá hugsaður ok, ég þarf að breyta hvernig ég fucking æfi, hvernig ég fucking borða hvernig ég fucking sef, my recovery það eru svona það eru miklu fyrir hluti sem þú hugsaðar ég held að fólk eins og Clarence sé ekki bara eitthvað þú veist, búið æfi ár bara, I've reached my maximum potential skilur, ég held að þetta sé alveg fólk sem er þú veist búið að fiffa í þessum hlutum skilur, þú veist kannski búin að vera bara í 8 ár til dæmis hann gæti hendi á þú veist 2 árum hendi í kannski 2-3 kíló bætingusnatsi skilur, en hann er svona ok ég vil fara upp í 20 kíló I don't know, ég veit það ekki ég held að þetta sé mikið að þú veist þessu elite fólk, ég held að flestir ángríns þetta er allt kenningar hjá mér bara ég held að fólk líti illa út og eitthvað bla en ég held að bara að því sterar eru ólegir skilur þannig að ég held að þú ert bara almennt ef þú ert á sterum þá ertu líklegast fáfröður kringu stera og veist bara eitthvað sem að þú veist saliðinn var að segja eða bara einhver félagiðinn eitthvað svona fattar mig bara svona smá bara eitthvað Google skilur bara já eitthvað svona shit bara þú veist þú ert bara mjög fáfröður kringum þetta skilur og þá held ég að séu flestir eru bara ekkit að gera neitt impressive og eru á sterum skilur ég held bara fólk sem vill vera jacked en þú veist erum við ekki að tala um advanced athletes eða? Jú, núna erum við að tala um það, en ég held að það sé bara, þú veist, ég held að það sé bara 1% af fólki en já, ég skil ekki það er hvað ég meina, ég er að tala um að ég held að bara svona bara um alla sem að styrum, að það var bara 0,5% af þessu fólki fólk sem er bara elite athletes, skilur við en, þú veist, einhver gæi í world class að æfa 2 í viku og vil taka shortcut og byrja á styrum við erum að tala um fólk sem æfir 5 sinnum í viku með mikið potential og þau áhrif sem ég hefur á hvernig ég met þeirra afreg ég er ekki að tala um bara eitthvað gæja þú veist, þessa típu og ég veit alveg að það kannski er respondar gett illa styrni þegar þú ert að æfa gett lítið eða bara, þú veist, í einhver rugli og hefur kannski engan vöðmassa fyrir og ert bara eitthvað nýbyrja ræktun og bara taka shortcut í byrja styrum og æfir 2 viku en þú ert með eitthvað sem æfir 6 sinnum í viku og ég held að undir öllum kringumstæðum nánast þá ertu að fara að fá góð áhrif frá styrum Ég svolítið svona, það sem eins og sammikið sem ég sé þetta í eins og Clarence Kennedy það 180 kg í snatch, segja hann þessu styrum ég ennþá bara, það samt insanely impressive af því að ég held
að við setjum fullt af ógeðslega góðum athletes á stera, þeir ná þessu samt alls ekki. Þannig að þetta er samt ennþá mjög impressive. Ég held að við segjum bara, spólum allir tilbaka þú fær bónustíð. Þetta er impressive. Já, við spólum allir tilbaka, ég og Bensi, okkur finnst þetta 100% impressive. Við vorum ekki að segja að þetta væri bara, þetta er 100% crazy impressive. En ef þetta er af 10 af 10, 10 er mest impressive set sem ég séð, og hann að taka 200 snatts, það er fucking kortir í 10 af 10 skiluru, það að ég heyri að hann var á sterum, það minnkar þetta kannski heilan, heilstið skiluru. Ég er að tala um þetta tekur aðeins af. Já, ég skildi ykkur svolítið svoleið, sko. Ég skildi ykkur smá þannig, og ég var smá bara svona, mér finnst það ekki alveg vera þannig. Finnst þér að taka ekkert af? Nei, mér finnst það vera bara, ok, hann er á styrum og hann gerði þetta. Það er ennþá impressive samt, skilur. Mér sé setja hann í annan flokk. Já, svolítið svoleiðis. Það er alveg smá þannig feelingur hjá mér fyrir þér, sko. Það er bara svona að þú ert í öðrum flokk, skilur. En þú veist, þetta er svo til ykkur annar sem segir, ég ná 85 km snatts og ég er svona, nice, það er mjög vel gert, skilur. Svo segir hann, og ég var á styrum og þá er svona, þú ert komin í styraflokkin og ég er svona, það er nú ekkert það impressive, skilur, en það er samt spilar inn líka svona genafaktor. Maður er alltaf að bera sjálfan sig, þú veist, við þessa pælingar, skilur. En það er svo erfitt að bera sjálfan sig og annað fólk saman. Ég veit það er mjög erfitt, en maður gera það sant. Og leið og þegar kemur eitthvað í ánum styrum, þá fucking setjum maður í annan flokk sem er ekki þú. Já, það er endur rétt. Þannig verður þetta less impressive. Þannig strax bara, ok, komið faktor að það sem ég skil ekki. Mental health dæmi eitthvað, maður á ekki að bera sig saman við aðra, en það er líka bara genetic faktorinn, bara þú veist, bara genalega, þá mögulega getur aldrei þetta meir en 150 kg. Það er þannig, sumir geta ekki hlaupið 5 minúta mílu. Það er bara genalega séð, þá er það bara. Það er auðvitað til henni fólk, sko. Já, ég er að segja, þú veist, ég held að gen sé ógeðslega svona neglected faktor. Ég held að svona mjög margir sé mindsetinu að hver sem getur gert svolítið hvað sem ef þú bara æfir nógu mikið, skilur, æfir nógu snjallt, þú veist. Og þú vilt segja take steroids. Nei, ég er alls ekki að segja það. Ég er að segja, þú veist. En það nennir enginn að pæli því. Nei, ég er bara að tala um genafaktor. Ég er bara að tala um gen, þú veist, með að sig við aðra. Ég er að tala um það. Já, ég er að tala um genafaktorinn, þú veist, þú ert að segja. Ég er aftur, ég var ekki að segja, ég peppa ekki fyrir neitt stera, en eitt svoleiðis. Það er alveg nón, við vitum það alveg. Ok, en hvað varst það að meina? Ég var að meina þessi, hvað vilt að fólk hugsa að bara einn daginn, ég á bara 180 dead. Nei, ég var að segja að þú getur bara ekki borið saman við aðra, því það er svona gen sem spila svo mikið inn í hlutina, skilur. Þú sérði einhvern gera eitthvað og það er ekkert víst að þú ferð á saman prógram eða hvað sem þessi er að gera að þú munir ná þessu, eða bara að þú genalega getur ná þessu, sama hvað þú gerir, skilur. Það er huge fact. Ég var bara að segja það, skilur. Það er svona flókið að bera saman við aðra, því það er bara gen spila huge faktor í hvernig þú ert, skilur. Það er fakt, sko. En samt er það held ég bara öllum keppnum, hverski svona keppa, þá ertu að bera það saman alla. Þetta er get legit dæmi að bera sér saman við alla og líka búið þingdun eitthvað þannig. Og ég held að það er þegar þú segir það, þá er ekki get foreign eitthvað og segja, þú veist, þú ert með þessi gen, ekki bera það saman. Því að það er bara, ég held að maður gera það non-stop, alltaf. En það getur líka alveg virkað sem svona, þú veist, push, skilur, ég á alveg treiningpartner, skilur, sem er að gera eitthvað fucking impressive og eru svona íta mér áfram. 100%. Og kannski, þú veist, kannski myndi fólk fara eitthvað mindset, þú veist, að hugsa ómikið til þetta, genafaktorinn, að þá bara, já, ég líklega bara ekkert með gen, það hættir að stræfa fyrir hlutnum, skilur. Og já, það hljómar svona, ok, það er svona, ef maður hugsa ómikið út í, ég er kappast út af genunum mínum, þá þess vegna segja ég með sterna því ok, ég hef búin að kapsa þetta genum mínum, hvað er eina sem ég geti hjálpað með meira en þetta ég fer að breyta genum mínum unbroken að þú veist, eina sem er að fara að hækka þá meira ef þú ert búin að æfa eins mikið og getur og gera allt eins mikið getur og þú ert búin að reach your genetic potential sem ég held að fucking erfitt ég held að mjög fá að gera það þá er það bara sterar hana, ef einhvern nær því call us up eina sem þú getur gert Nei, það er samt ákveðin árangur. Það er árangur. Ef þú nærð your genetic bara limit, þú nærðið ekki meira. Genetic breakpoint. Já, bara þú veist, bara hámarkinu. Það finnst mér vera árangur að ná því líka daginn eftir. Og ná því líka daginn eftir. Og ná það líka daginn eftir. Skilur, þú veist, halda þér á þessum, að þið voru með bara genalegan sem hápunkt. Bara genalegt bara hágildi, bara þú kemst ekki herra. Ég held að maður þarf ekki á að gera það. Já, en ég segjum bara í einhverjum heim bara þú veist bara, þú mældir þig, tókst blóðpröfu já, þú ert í gena hámarkinu, skilur og svona að þá finnst mér vera árangur að halda uppi að því, þú þarf alltaf að veita þér örvun til þess að vera í þessu leveli, skilur og borða ákveðin hátt og hagar ákveðin hátt, skilur Já, það er bara mest að fakt heimi í the hypothetical situation sem að hvað sem margir að náð genetic potential genetic hámarki í því sporti sem þið eru í, skilur mjög lítil prosenta, ekki 0,1% sko. Já, þá er það vel gert að halda í það er fakt en það er alveg
Já, það mjög vel gert að gera sem líka bara smátt að gena hámarkinn alltaf bara, bara með vinnunni og hvað sem mikið getur æft og svona svoleiðis, bara genlega með allir sem vinnu og blá getur gert meira en að því ég líka tala með þetta mindset vera svolítið mikilvægt og gott fyrir þig að þú þarft ekki endilega að stræfa til þess að vera betri taka meiri þyngdir eða hjóla hraðar eða hvað sem það skilur að því síðan verður maður gamall líka, ég oft spáði þessu þegar maður byrjar að vera 40 og 50 og 55 og 60 og 65 og 70 og þú mynd bara finna hægt og rólega þú ert bara að verða aumar veikar skilur að þá veist mér vera svona svo gott að bara svona temja sér að gera hlutina betur í seinast og halda áfram veita sér bara svona ákveðna örvun svona hámarksörvun skilur að það alltaf árangur þó þú skilur svona ert ekki endilega að ná árangri þú veist tölulega séð eða þú veist vattalega séð Ég held að allavega að það þurfa ekkert eðlilega fáir að pæli því að þeir hafa research in their potential Já, ég held að sé alveg, þú veist, einhverjir Ert þú nála tínu? Það er erfitt estimate, sko En ég held í raun og vera ekki, sko að ég held að þess að við segjum genetic svona limit Það þú veist, hættir að vinna Byrja bara að sofa insanely vel Skilur, en þegar ég hugsa genetic limit Það þú veist, ég í lífinu mínu Að vinna vinnuna mína Og gera sitt sem ég að gera Og verða einn sterkur og ég geti orðið Fattu þið mig? What the hell? Fattu þið hvað við, allir stressorar sem spila inn En þá ertu komin í Þá ertu literally En þá eru literally allir reaching their genetic potential Það eru allir í sínu umhverfi, sínu vinnu að gera sitt Nei, þú veist Það ekki? Nei Genetic potential er bara, þú myndir bara Þú veist, eina sem þú myndir gera er bara Já, ég skildi þess að þið var að tala svo leis Þú ert að tala eitthvað lifestyle hámark Nei, þú veist bara allt í lífinu er ákveðin stressor, skilur Já Þú veist, vinnaðinn, fjölskyldulífið þitt bara sambandið þitt, vinasambönd whatever, skilur, bara hvað sem þú ert að gera Já, ef þú tökur það bara út Já, ég skil að þið voru að meina það Nei, ég reyna að fatta Ég er að tala í alvöru lífinu þú veist, eins og ég er að lifa núna þú veist, get ég orðið sterkari, hámarkara betur, get ég gert meira, fattar þú veist, í því lífi sem ég er núna í vinnunum minni og bara í félagslífinu minni og svona, að þegar maður þarf að halda upp ákveðnu svona health level sem er ekki bara líkanlegt, það er líka, þú veist, socialt og svona svoleiðist, fattar mig Okay, þetta er og líka bara því að það bara vinna allega pening og eitthvað Ég veit, ég skil hvað meinar Mér finnst þetta að vera svolítið svona flóki að segja er ég at my genetic limit það er líka ekkert eða flóki Ég held að þetta er einfaldaða og einfaldurinn ég veit ekki hvort ég vilji segja það sé einhver hámörkun Það er meira bara svona Einfaldaða til að mæla það er bara, þú tekur alla stressfaktora út og bara bara svona fit as you can be í þinni íþrótt Myndi maður æfa ef þú myndir fæðast og þú væri bara með skrá bara your genetic potentials svona gæti þú max capacity hlaupið míl á þetta er max dead it sem þú gætir ever náð í þessum líkama og bara niðurlistan myndir vera bara ok hacks og fara að æfa eða myndir vera bara Ég held þú myndir æfa en þú nær síðan kappi og ef þú ert eitthvað að ég vil ekki gera þetta lengur ég næ bara þessu kappi þá náttúrulega verður þú bara aumari síðan, skilur? Ég held að vera töluvert minna motivation Já, það gæti verið, sko Já, allan að fyrir mjög marga held ég Já, það gæti alveg verið, sko Ég trúi en ég held samt að það er með mælanlegt bara þetta er hámarkið og þú kemst í hámarkið þá veistu, ég er í hámarkinu ég er að gera allt eins rétt og ég get ég verð að halda þessu uppi ég held að vera svona smá keppni í sko bara hver er með besta ratio á hvað þeir geta og hversu mikið það stendur á blaðinu það er náttúrulega pínu þannig in real life, skilur bara hver er með bestu genin og hver er að pusha sér þangað, ég er að tala en það veit enginn en ratioið kannski er hámarkið þitt 500 kg í deadlift og þú ert að taka 300 en Benza er 200 kg og hámarkið líka með hans og hann er að taka 180 það er Benzi 10 sinni meira pressa þú tekin literally vinnaði út af skiluru bara ég veit ekki alveg með þetta skilur ekki hvað ég segja jú ég skil hvort að segja en ég held bara ég veit ekki hvort þetta væri þú veist endilega einn svona faktor sem heitir demotivate sko. Það geti alveg verið ég er bara þú veist örglega einhverja ég held að maður myndi ekki nenni að æfa meira en ég er í já þú er bara en þá verður ég segi að það myndi demotivate mig ég skilði en þá lækkar kemst ekki lengur en fucking 200 en þá lækkar síðan deldið hún er aldrei 200 og þú tegur 160, 140, 130 þess vegna er ég að segja þú vilt ekki með temja þér eitthvað svona mindset að bara þú veist að svona hálfgert virði eða svona er bara þú veist að þú ert bara að ná árangri á meðan þú ert actually að ná árangri meiri kíló en senast meiri þú veist heldur bara að árangur að bara þú veist en vilt ekki er ekki pointið þá að vera alltaf að betur bæta sig að þú vilt ekki pæla í your genetic limit það er ekki pælingin þú vilt ekki pæla í annars
Ertu alltaf bara eitthvað, Jú, ég svolítið þar sko. Þú getur ekki borðið saman við aðra, en þú getur samt alveg svona, ég mögulegt með genetic limit? Ég er búin að prófa allt, skilur, og þetta bara fer ekkert upp. Ég get ekki hjóla hraða. En ef þú ert komið til blað, þá getur þú borðið sjálfnaði við sjálfnaði. Ef þú ert með þetta blað sem er stendur, þá ertu alltaf að fara að bera sjálfnaði við sjálfnaði. Það meikar ógeðslega mikið sens. Þú vilt bera sjálfnaði. Það er geggjað. Það er ekki? Þú vilt vera betri þú með einhverjum einasta degi, in my opinion. Og ég er að segja að þú vilt temja þér eitthvað svona, að núna er ég kannski bara að taka 100 kíló 20 sinnum í dead eða eitthvað, og það er æfingi mín til þess að vera sterkari manneskja, en svo verður það einhvern tímann sokkasetjur. Ég klæði mig í sokka og það er bara struggle, en ég er að reyna að vera betri gæi, ég reyna að vera minna aumur, skilur, þannig ég klæði mig sjálfur í sokka, skilur. Fattar það mig? Svoleiðis pælinga, þú veist bara að þú myndi krísa performance-lega séð, skilur, en þú vilt alltaf stræfa til þess að verða betri, þannig að ef þú ert komin í þetta genetic hámark, þá er bara árangur og nærða, þú veist, haldar þar og svo bara byrjar bara, þú ert að vera eldri og bara, þú veist, þetta limit er bara að lækka, skilur, þú getur ekkert verið að halda þar á stað, fattar það mig? Ég bara, mér leynast og mitt hugafar á genetic hámarki er svo langt frá því að ég er einhvern tíma að fara að hugsa út í bara eitthvað að ég þarf að halda mér í einhver ákveðnu. Já, en mér finnst líka náttúrulega flókið þegar fólk er ekki með neyn svona, þú veist, alltaf bara stræfa í 500 kg og stræfa í bara crazy shit, skilur, já. Mér finnst skemmtilegt, já. En það er svo brútal, þú veist, að vera alltaf að eldast við eitthvað, skilur, sem er mögulega bara mjög óraunhæft. Sko, ég veit ekki. Það er 300 kg dead. Ég held að sé ekki það óheilbrigt. Ég held að sé samt oft sko, eins og með ég held að sé alveg svolítið óheilbrigt. Að hlaupa míluna undir 4 mínútur. En eins og þið hugsa út. Hefur heyrst um það? Að hlaupa míluna, mann er 4 eða 5 mínútur. Það var aldrei gerst. 5 minute mile. Það var fyrir 30 var það aldrei gerst. Og svo var það gerst. Einhver gæði náði því. Og sko bara í vikuna eftir gerði þú veist, ég vil ekki fakta vikuna eftir, en þú stuttu eftir, þá voru bara, byrjuðu allir að gera. Af því þeir vissu að það væri hægt. Já, bara það er legendary, en það sem ég er að segja er, þú veist, að það geti verið slæmt fyrir þig, þú veist, eins og útlitslega, skilur, þú ert komið með einhver hugmynd hvernig þú vilt líta út sem bara insane, hún er bara insanely erfið, bara þú veist, bara manneskja sem þú horfa á er með geðsjúkgen og er bara á einhver lyfjum sem þú myndir aldrei fara á, skilur, og þú ert bara, ég vil komast þangað, bara þú myndir aldrei komast þangað, 100%, þú getur alltaf verið að stræfa til þess að komast þangað og það getur kannski verið bara svolítið erfitt líf. Já. Þú ert kannski bara með genin það sem að þið líður bara best líkamlega í 18% fitu, skilur. En þú bara, ég vil vera 5%. Ég vil vera 5% og það er bara það sem stræðir fyrir, þannig að þú ert komin niður 11% og þú ert bara ógeðslega orkulaus og búin að þið, skilur, fattur þið saman ekki? Eins og með míluna, 5 mínúta míluna, að þú veist, að það er einhver sem getur það og segjum að 20% af heiminum getur gert það og allir reyna að gera það. Þannig 80% af þjóðinni, nei hvað segir, 25%, þannig 75% af þjóðinni nær því aldrei, alltaf að stræfa til þess að ná því, skilur. En einu sinni var Chris Bumstead 13 ára að byrja að lyfta og hann horfði á Arnold Schwarzenegger og sagði ég vil vera eins og hann. Og Chris Bumstead náttúrulega með... Og var það. Já, einmitt. Og þú veist, einu sinni horfði Messi á einhvern frægan fótboltamann og sagði ég vil vera eins og hann. Hefði hann ekkert að gera það. Þetta er góð punktur, sko. Þú veist, maður vill alltaf stræfa eins og ég er að tala til þess að verða betur og betri, en mér finnst bara besta mindseti er bara, ég vil vera betri ég. Já, ég skilji. Fattar þú? En jú, það er alveg rétt, það er til keisa og sér einhver eina mannesku og ég vil vera eins og hún, ég stefna þetta hér, skilur við. En það getur bara verið að þú ert bara, já það getur verið það, en mér finnst þetta líka, þú veist, eins og þegar maður follow fullt af fólki á Instagram sem er að gera bara fullt af insanely impressive hlutum, maður er smá svona, er alveg holdt fyrir með við allt þetta fólk. Þú veist, þú hefur talað um þetta, Bensi. Þetta er náttúrulega bara, en þú veist, við erum komin út í bara meira svona goal setting. Þú vilt ekki ofíkt goal. Já, en mér finnst samt, þú veist, basically. Bara þú tala um, þú veist, bara hei, stræfaði for greatness og ég er svo sammála því, skilur að þú vilt vera betri, en þú veist, mér finnst bara svo brútal og það að meða þig við eitthvað mælanlegt, jafnvel eitthvað sem einhver annar gerði Þetta er basically pælingin þú vilt ekki ofíkt goalsetting, sérstaklega þegar kemur að líkaninum, það er mjög góð punktur. Dóri vil mjög íkt goalsetting eða svo komið dæmum þegar einhver 12 ára krakki og þú vilt bara mjög íkt goalsetta því hann þarf að bara byrja að stræfa strax ef hann ætlar að vera fucking næsti Messi, það make líka sense. En þú veist, þannig að það bæði gott. Ég held að bara að það sé góð blanda að hafa big dreams, alveg goalset, stórt og svo lítil minni til þess að hann sjá og bera saman við sem eitthvað meiri sens. Fólk það líka bara, það eru allir raunsæir innst inni. Það eru nefnilega ekki allir raunsæir.
En ef fólk ekki raunsætt og þá það að fara að hafa hard life sama hvað það kemur ykkur óvart bara þú veist eins og fólk sem kemur til minni í þjálfun mjög oft bara hver markmiðið þín og ég bara holy fucking shit oh my god skilur bara þetta crazy shit bara svo vitir skilur to be honest bara the odds aren't with you skilur þetta fólk mjög líklega hugsa líka bara já þú veist ég ætla að eiga heima hana eftir ég búinn með mennskóla það þá mjög óraunhæft með fleiri hluti ef þú getur ekki þú veist, þá maður bara ok your dream's gonna be crushed on more than one level og þú veist, það ekki the goal að kenna, það bara the mindset hjá manni. En ég fíla mjög mikið á þetta sebeti, þú veist, basically bara tala að vera þú veist, næjusamur mér finnst strax geta sett smá samengin saman þegar að tala þú veist áðan, bara svona ok, hey you genetically myndir 200 kilo í þetta, þú ert komin 180 og þið segir svona, já, fuck it, þá myndi ég bara hætta ef maximit bara 200 skilur, fattaru og mér finnst má bara svona þú veist ef einhver markmið skilur að sem sagt ég ætla að búa þarna ég ætla að eiga helmingina í Ibiza eða eitthvað skilur bara eitthvað svona insanely stort markmið skilur að þá þetta svo langt frá þér finnst mér og þú ert aldrei að nálgast þetta þú ert með svona bara helluð markmið þú ert samt alveg búin að eignast 2 hús á Íslandi og þú brendur að koma með þetta en þetta er bara drasl með markmið sem þú ert með þannig að þú smá bara fuck this, ég nenni þess ekki markmið mitt að eiga Ibiza, ég vil ekki eiga þessi 2 hús með alveg sama, ég nenni þess ekki En er það ekki alveg óraunhæft og líka minn? Jú, ég er að segja það Er ekki líka munur á markmiði og að vilja eitthvað? Jú, ég er að segja bara, þú veist, mér finnst betra að vera bara betri ég, bara að reyna að vera betri þú veist, hvernig get ég verið betri ég, skilur sem er kannski bara viðhalda því sem ég er að viðhalda núna eða það er að einhver leið að vera betri í einhver sem ég er að gera eða þú veist, einhver leið sem ég er að læra eða hvað sem það er, skilur og ekki endilega vera með ég ætla að gera þetta ég ætla að vera svo Arnold eða ég ætla að droppa 10 kilo af mér eða ég ætla að ná þessari þyngd að því ég sá þennan gera, skilur, eitthvað svona svoleiðis, fattaru og bara stræfa fyrir þessu eina mælanlega markmið, skilur, ekkert eina bara ég ætla að stræfa fyrir þessu mælanlega markmið, skilur fattaru, ég er smá svona gen getur verið að spila inn þetta, þú veist, hvað með bara eitthvað svona bara reynda bara betri, þú reynda bara svona að læra aðeins meira og reynda að lesa aðeins meira og reynda að lifta aðeins meira og kannski sofa aðeins meira, skilur, eitthvað svona taka lítil skref, 100% og líka minna, en þetta er bara alltaf, ef einhver er með ógeðslega óraunhæft markmið þá er það kannski bara þú veist, það er bara lífið að kenna þér þessi leksíu það. En það er líka, þú veist, enginn myndi vera Chris Bumstead ef það væri enginn með svona crazy shit markmið. Og ég held að það bara 100% það dett út eins og þú sagðir, það dettur út fucking 80% strax ef til og með að Namíla eða eitthvað en það annars er enginn að fara að gera það. Þannig að við getum annarkvort fórnað því alveg og allir bara live happy lives eða við fáum fólk að do some crazy shit. I think we all know which one we're gonna Við hvetjum fólk til þess að gera erfitt shit og þú veist, við erum með mitt svona á svona, já, þetta er í raun, við erum alveg sammála sko, en þetta er bara svona debate er smá bara Ég fíla samt, þú veist, það er bara mest að hafa það, þú veist, þessa pæling sem þú ert að tala bara að vera líka bara svolítið mikið að pæla sjálfum sér Já, þú veist, finnst það ekki, sko það er 100% rétt hjá þér en það er bara líka næs að hafa beautiful dreams sko Ángríns, það er það Og það er að fara að hjálpa drauminu fokkin mikið, heldur, þú ert góður lítið inn á við og key að ekki horfa strax bara í að taka 502 kilo í deadlift maður þarf að byrja að taka 200 Jú, nei, byrju, já, akkurat en bæði á saman tíma 5 years, 10 years when I grow up to be 25 years old þá ætlum ég að taka 500 kilo en núna þá ætlum ég bara að duglega að borða og lifta eins Einu markmið sem ég set mér svona liftingalega er bara svona milestone dot ég hugsa, það væri gaman ef myndan þessu og maður segir til lógin ég var í Netto og 2 gæjar labba fram í mér og ég bara, eru þeir bara samloku? Nei, þeir eru báðir með Camembert ostahjól og voru borðað eins og epli Í alvörni og ég var, þetta er crazy style Endum að segja þessu Það er full send, við endum að þessu Ángríns Þetta var, en mér finnst það fucking skemmtilegt Mér finnst það geða gaman Já, við náðum landsfjörn tekið svona góða Þetta er fyrst alveg styrakast pælingin okkur Stera pælingin Já, alveg stera pælingin Ángríns og líka svona Við höfum alveg tekið real talk Skilur Þetta er long time now real talk Long time now real talk En oftast þegar við real talkum þá erum við bara með einhverja skoðanir
og við erum allir með sömu skoðunina, við erum bara svona búin að bakka í einhver horn og erum að ræða þetta get aggressively og líka bara það er svo gaman, þá koma svona punktar yfir loft og þú veist, hlustundinni geta svona interaktað, við fáum oft skilaboð náttúrulega, af því það eru svo margir sem eru heima að hlusta og bara klæjar í blóðið, bara nei, mér finnst þetta skilur og bara senda 100%. DM og mér finnst það mjög skemmtileg. Sérstaklega þegar svona umræða myndast, það er 100% fólk að picking sides sko. Já. Og maður segir eitthvað eitt óvart stúpid. Come on, við erum live sko. Það er tantráð fyrst. Já, greint. En heyrðu, takk fyrir að hlusta. We love you guys, vonandi var gaman yfir Vestmannahelgina. Alveg í lokin, checkja okkur á Instagram, checkja okkur á TikTok og followðu okkur á Spotify og Apple Podcasts. Boom. Peace.